Við ætlum að fjalla íroníu í málstofu sem heitir Á traustum grunni óræðninnar og þetta tengist nú tímaritshefti sem kom út á síðasta ári, fyrsta hefti ritsins á síðasta ári sem að íronía var þema og íronía nú reyndar þetta orð hefur verið þýtt með ýmsum hætti á íslensku. Það hefur verið talað tvísæi, líka einmitt óræðni og reyndar ýmislegt fleira. Við fjöllum íroníu svona dálítið komum úr ólíkum áttum. Ég ætla að tala íroníu eins og hún hefur komið við sögu í verkum Richards Rostys, bandaríska heimspekingsins, sem skrifaði meðal annars fræga grein íroníu frjálslyndisins sem einmitt birtist í íslensku þýðingu minni í þessu tímaritshefti. Íronía hefur ekkert voðalega mikið með glens eða grín að gera hjá Rosty, heldur notar hann hugtakið til þess að lýsa ákveðinni afstöðu til veruleikans sem að hefur vakið miklar deilur innan heimspekinnar í gegnum tíðina, og ég ætla svona aðeins að skoða þetta út frá þeim mannskilningi sem að Rosty vinnur með í þessari grein og fleiri verkum sínum. Kristinn Schram verður einnig í þessari málstofu. Hans erindi hefur sama titil og málstofan sjálf og við skulum bara hafa það eins órætt og titillinn er. Og þriðji fyrirlesarin Eva Hafsteinsdóttir. Hún skrifaði meistarritgerð fyrir nokkrum árum Bestaflokkinn og hvernig íroníu var beitt í kosningabaráttu Bestaflokksins, og hún ætlar að taka upp þráðinn í þessari málstofu okkar og fjalla eiginlega framhaldið, hvað varð íroníu Bestaflokksins. Þannig að við tökum þetta svona í þrenns konar samhengi, þjóðfræðilegu eða mannfræðilegu getum við sagt hjá Kristni, heimspekilegu hjá mér og svo menningafræðilegu eða pólitísku hjá Evu.